Árni, hvernig tilfinningin? Hún góð, langt síðan síðast, þannig að nú þarf bara að venjast þessu og halda áfram að sækja sigra. Þú komast hérna á Húsavík í dag, hugsaður við þurfum að vinna, bara upp á þitt starf líka? Nei, ég náttúrulega vinn mikið með það að við þurfum ekki að gera neitt, við ætlum okkur að vinna og ég meina, ég hef alveg hugsað að staðan ekki góð, þannig að auðvitað veit maður hvernig þessi heimi virkar en mér finnst liðið og leikmenn bara ennþá trúa á það koncept sem við erum að gera og þessi sigur var bara ekki besti leikurinn okkar í sumar en bara gott að fá stig. Leiðið 2-0 í hálfleik, hvað fannst þér gera vel í fyrri hálfleik? Mér fannst við ekkert sérstakir í fyrri hálfleik en við vorum svolítið langt frá þeim og ekki nóg aggressífir en þegar við unnum boltann og sóttum við hratt og skorum góð mörk og vissulega annað markið svona smá slísamark en bara hildi við bara svona liðsframistað og bara menn ætluðu sér þetta og það gefur alltaf svona það einfaldara að ná í úrslit þegar liðið gerir þetta saman. Þeir minnka í 2-1 og eru svona smá alveg að banka en þriðja markið hjá ykkur fer svolítið með þetta? Já, algjörlega og klára leikinn og svo fjórða markið eftir það alveg búið en bara hrikalega ánægður með strákarna sem komu inn á og bara liðið sem byrjaði inn á og bara allir spiluðu vel í dag og þannig að liðið á þennan sigur algjörlega. Maður heyrði það alveg áður á bekknum að þú vildir að menn myndi senda inn fyrir í stöðun 2-0. Já, völlurinn náttúrulega glænýr þannig að hann skoppar skringilega, hann einhvern veginn deyr þegar hann lendir þannig að það er auðvelt að setja boltan aftur fyrir þá og var nóg pláss en við gerðum nú sjaldan og þegar við gerðum þá fengum við færi inn þannig að svo kannski er komin einhver smá skrekkur að missa boltan á hættulegum stöðum og gera það trekk í sumar þannig að kannski var þetta svona blandaði báði. Og var gullspjald af hverju? Það af því að sjúkrahjálparinn var svo lengi inn á völlin og ég ber eitthvað ábyrgð á honum þannig að maður ber ábyrgð á börnunum sínum og okkur sjúkrahjálpurum og okkur svona þannig að það er bara áframgak. Hvernig lítur þetta út með Núma? Hann er tóknið held í ökla þannig að það er örugglega einhverjar 2-3 vikur í að hann spili en annars hef ég ekki hugmynd um það en þetta var allan einhver svona slinkur á öklan. Emil Ásmunds kominn aftur, hann á náttúrulega stóra þátt í báðum mörkunum fyrir áleik, hversu öflugt að fá hann? Það er bara mjög mikilvægt, hann meiðist viku fyrir mót og er að koma inn í fyrst skipti núna, Nikolás Val kemur líka inn fyrstu mínútur hans og hann gerir vel í fjórða markinu. Þannig að við erum að fá allir tilbaka og Benni var kominn aftur en hann meiddist aftur í leiknum og þannig að já, bara Emil er alltaf frábær leikmaður og hefur spilað í efstu deild og spilað erlendis þannig að það er gríðarlega gott að fá hann. Næsta leikur á móti ÍR, hvernig leggst það þig? Bara vel, mjög vel. Ertu búinn að hugsa þetta lengi um þennan leik? Nei, ekkert frekar einhvern annan leik nú er bara fókus á hann og ég þekki þá náttúrulega mjög vel bæði þjálfarateymið og leikmennina og náttúrulega margir sem voru hann í fyrra og þeir eru á þvílíku rönni og þvílík stemming þannig að þeir þurfa bara að koma í Árbæinn og þetta verður hörkuleikur. Þinn lærisveinn Bergur Farah var með sleggjur í gær, hvað fannst þér um þetta? Bara allt í góðu, smá bandir og gera deildina skemmtilegri og þykir bara mjög vænt hann Begga og bara frábært að hann sé fann að skora mörk og ég vona bara hann skori í öllum leikjum nema móti okkur. Takk fyrir Árni.